Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og blessuð og velkomin í Suðurnesjamagasín í upphafi sumars. Suðurnesjamenn monta sig ofta af því að eiga einstaklinga í framlínu margra greina og við hjá Víkurfréttum hittum einn slíkan, Sigurð Steinar Ketilsson, skipherra hjá Landhelgisgæslunni sem nú hefur skilað húfunni. Í þættinum skoðum við nýja umhverfisvæna verksmiðju í Vogum á Vatnsleysuströnd og ræðum við bæjarstjórann mikla íbúafjölgun. Þá hittir ungi fréttamaðurinn okkar, hann Árni Þór, aðra unga peyja sem ætla að styðja knattspyrnulið Keflvíkinga í sumar. En komið fyrst með okkur í Keflavíkurhöfn. Sigurður Steinar Ketilsson, skipherra, kom úr sinni síðustu varðskipsferð eftir samfellt 50 ára starf hjá Landhelgisgæslunni síðastliðinn föstudag. Hann á að baki farsælan og viðburðaríkan feril hjá Landhelgisgæslunni. Sigurður Steinar byrjaði sem háseti, lauk svo námi úr stýrimannaskólanum í Reykjavík og var skipstjórnarmaður á varðskipum og í loftförum í fjölda ára, en fastráðinn skipherra varð hann fyrir 30 árum. Sigurður Steinar á ættir sínar að rekja í hafnir og Sandgerði. Hann ólst upp í Keflavík og leiksvæði var við Keflavíkurhöfn. Þar hittum við skipherrann þegar hann kom með varðskipaflota til hafnar í Keflavík eftir æfingu á Faxaflóa í síðustu viku. Hilmar Bragi ræddi við skipherrann á þessum tímamótum. Það komið að tímamótum hjá þér. Þú ert í heimahöfn þinni í Keflavík og það í síðasta sinna á varðskipi. Já, nú eru tímamót. Það er mjög góð tímamót. Ég er búinn að starfa hjá þessari stofnun í 50 ár og hefur líka það vel. Og það er náttúrulega viðeigandi að koma hér í heimahöfnina mína á þessu tímamótum, en ég byrjaði hér fyrir 55 árum, 15 ára stráklingur að fara á síld og síðan einhvern veginn þróaðist þetta í gegnum námið að ég endaði hjá Landhelgisgæslunni og það eru 50 ára á morgun. Já, hvernig gerðist það að þú ferð til starfa hjá Landhelgisgæslunni? Það var þannig að við félagarnir vorum fórum nokkuð margir hérna að Suðurnesjunum í stýrimannaskólanum 1967 og allir í fiskimannadeildina. En skólastjórinn skoraði okkur Árna Eydin Vikarsson að fara upp í farmannadeildina. Og við þurftum að ná okkur í 6 mánaða siglingatíma til þess að komast upp í farmannadeildina á varðskipi eða flutningaskipi. Ég komst að á Maríu Júlíu og ég ennþá að ná mér í siglingatíma. Hvernig hafa þessi 50 ár verið hjá Gæslunni? Þú ert til sjós en þú fer líka í flugið. Já, það hefur verið þannig að menn rótera á milli. Þú ert bara alltaf í skólanum hvar þú ert, hvort það er sjós, hvort það er fluginu, hvort það er stjórnstöðinni, skrifstofu eða sérverkefnum. Og það má segja að þetta sé mjög góður skóli. Ég var lengi, 9 ára eiginlega samfleytt á þyrlunum og var mjög gaman að vera þar og mikil uppbygging eftir slys sem við orðið fyrir. Þá fannst mér bara tímabært að fara á sjóinn aftur. Þú tókst þátt í björgunaraðgerð á Snæfellsnesi, þar sem að bátur og Sandgerði Barðinn fór upp og var giftusamleg björgun. Hvernig var sú upplifun? Þetta er bara eins og allt sem að tekur að sér. Þetta voru erfiðar aðstæður og þegar við sáum hvernig var umróts í fjörunni, þá áttum við ekki vona að vera neitt líf þarna, en svo bara sjáum við hendi koma út úr glugga og samheldin áhöfn sem að gerði þetta. Við vorum bara mjög góður í þjálfun og við vorum svona að berjast við að fá verkefni fram til göttunum. Þannig að þetta voru tímamót í flugdeildinni, þessi björgun. Og þegar það reynir á menna þá bara er ekki þannig að láta adrenalíni renna og halda áfram og þetta gekk 9 manns. Þú hefur náttúrulega séð mikla breytingar á þessum tíma frá því þú byrjaði til sjós fyrir 55 árum fyrst á síldinni og þar til í dag. Það eru mikla breytingar. Já, það má heila segja að maður sé að koma út tjaldi í hótel þegar maður er komin hingað. Því það var nú allavega sumum bátunum hægt að þrífa sig borð, bæði út af vatnsleysis og aðstöðuleysi. En eins og á þessu skipi, þetta er náttúrulega bara alveg glæsilegt búið að mönnum og það hefur alltaf verið mjög gott viðurværi hérna hjá Landhelgisgæslunni til sjós. Það hefur verið hugsað vel það.
Þú er alveg verið talsmaður þess að þetta yrði svona heimahöfn Gæslunnar hérna í Keflavík. Þú viðurkennir það alveg? Ég verð að gera það, já. Mér myndist að fannst það og finnst það eftir að hérna herinn fór þá hefði Landhelgisgæslan átt að fara hingað suður daginn eftir bara. Hefðu menn tekið rétt á því því að við þurfum alltaf bara að koma okkur inn í þetta. Það er ekki nóg að vera í NATO og koma sem minnst nálægt. Við þurfum bara að komast inn í þessu hringið og taka þátt í þessu. Ekki samt hernaðarbröltinu, heldur björgunarþættinum. Og þið eru þegar náttúrulega með mikla starfsemi á Keflavíkurflugvelli? Já, mjög góða starfsemi þar og hefur bara tekist mjög vel til. Þú hefur sterkar taugar til Keflavíkur og Suðurnesja. Hérna eru ræturnar. Þær eru hérna, það fer ekki á milli mála, enda lá ég ættir hérna á Suðurnes. Bústræðar í Hafninar eða Sandgerði og hér er talskt af mínum félögum og eitthvað ég ættir að skildfólki hérna. Hvernig er þín tenging til svæðisins, svona fyrir þá sem ekki vita? Já, pabbi á fæddur í Höfnunum, öll og systkini og hann reyndar ólst upp mest í Vestmannaeyjum en svo fer hann til Reykjavíkur og svo hérna flytjumst við úr Reykjavík hingað þegar ég er bara einhver smá krakki og ólst hér upp og svo kemur náttúrulega móðurfólkið mitt að hluta til úr Sandgerði. Mamma mín var þaðan. Og hérna voru æskustöðurnar og hérna var mikið brallað. Kanntu ykkur að góða sögur af því? Nei, ég man það nú ekki svo. Jú, það eru óramargar. Ég held ég þyrfti að vera í þeim hópi til þess að rifja það upp sko. Það voru að finna okkur einhvers staðar saman félagana. En leikvöllurinn var hérna Fjaran og Höfnin. Þannig að það kannski bara lá beinast við að framtíðin yrði þá til sjós. Það var alveg ljóst hjá mér alltaf. Ég ætlaði að vera skipstjóri svo afi og það tókst. Eitthvað eftirminnilegt eftir þessa hálfu öld hjá Landhelgisgæslunni? Já, það er sumt sem er ótrúlegt en ég var einn aðstofamönnum við 2 botnlangaöskurðum borð í varðskipinu Óðni norður Spísbergen. Það var Hannes Eitinn Finnbogason, skurðlæknir, mikill snillingur. Og að því að við verið stýrimannaskóla þá var ég tekinn inn í teymið og sumir trúa þess ekki en þetta dag að þetta átti sér stað. En svona var þetta. Það er í rauninni, það gerist allt milli himins og jarðar borð í varðskip. Það má segja það. Það hefur orðið fæðingar held ég bara eins og borð í varðskipinu Albert og fleira. Þannig það gerist margt hérna og kynnist mikið af góðu fólki allt land. En síðan, já, breytingarna til sjós, það eru mikla bara tæknibyltingin, öryggismál, þetta hefur allt breyst. Jú, það er svo margt sem hefur eins og í öryggismálunum sko. Slysavarnarskólinn, þyrlan, má ekki gleyma öldumælistöflunum sem þeir sem eru á minnisskipum reiða sem mikið á. Veðurupplýsingar, veðurspár, þetta er svo bara mikið sem hefur breytt og þessum hlindur sé okkur eins og þyrlunum, það var eiginlega staðist að byltingin að fá læknarnir bort til okkar. Við vorum sjálfir að hlúa að sjúklingum en okkur þótti það ekki ná en við komumst í sambandi við unga lækna og það er semst alltaf ákveðnir hópur að lækna borð sem taka vaktir á vélinni. Varðskipin þau vekja alltaf athygli hvar sem þau koma í höfn og þið eru það, má segja, á endalausum hringferðum landið. Hver er til þess ástæðan fyrir því að þið eru hérna í Keflavík í dag? Já, þú segir hringferðum. Tollurinn spyr alltaf sko hvort við séum innanlandssiglingum eða utanlandssiglingum þegar við erum að koma til þeirra og ég segi bara við erum í óvissusiglingum en núna hefur verið í 30 daga æfingaprogrammi. Fyrstu 2 dagana vorum við með týr, dráttaræfingar í fyrradag. Í gær vorum við með stórt leitarsvæði hérna norðarlega í flóanum að leita tveim gúmmíbátum sem voru settir út til þess að það er náttúrulega skipulagi fyrst og fremst sem er verið að reyna að ná árangri og alltaf ætlum við að reyna að bjarga einhverju í lokin. Og í dag vorum við með danska varðskipið Hvítabjörðin og þá komu þeir hérna í morgun og komu og setja upp þrautir fyrir á niður í afturlest þannig að það var reykur og eldur og þeir komu bæði með reykkafara og læknir og sjúkraflutningamenn. Síðan snerist þetta við eftir hádegið og þá sameinist áhafnir og Þór og Týr sem eina áhöfn til þess að fara borð í veðrin og fara í samslagsverkefni. En við náttúrulega erum ekki með læknir en við erum með sjúkraflutningamenn sem
geta að gera ákveðið gagn í þessu. Já, þið hefur myndið verið duglegir að æfa með svona frænd þjóðum og nágrannar þjóðum bara svona til þess að slípa saman hjólinn. Já, Danir hafa verið okkur sko einstakir í þessum æfingum og mjög miklu fagmenn að vinna með. Við erum kannski bara að læra sko hver öðrum en þó við séum alltaf litlir og smáir að þá alltaf eitthvað sem við getum miðlað til annarra. Þú notar tækifærið og þú hefur núna Keflavíkur höfn sem svona þína síðustu viðkomu höfn. Áður nú fer til Reykjavíkur með skipið á morgun. Hvað tekur svo við hjá skipherranum eftir að störfum líkur hjá Landhelgisgæslunni? Þetta er allir spyrja og allir halda það sko þar sem geta að fara á eftirlaunum að spila í golf eða í sumarbústað. Ég á hvorugt, ferðast, ég hef nóg að gera. Ég bara byrjaði hér sem krakki að vinna, held ég 7 ára. Hjá föðurbróðum mínum að reyna að draga á hætti með saltfisk. Ég held að félaginn hafi verið með 11 ára þegar við byrjum að vinna hjá Ásmundi Friðrikssyni í fastri sumarvinnu. Þannig að ég held þessu bara áfram, það er að vinna. Ekkert endilega hér, það er nóg annað hægt að gera. Og eitthvað þarf maður að gefa í fjölskyldunni. Það er kannski eins og hjá mörgum, það verður fyrst nóg að gera eftir að maður hættir að stunda atvinnuna sína. Já, það getur verið. En ég óttast ekkert hvað er framöndan, bara bjartir og góðu tímar. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Keflvíkingar átti sér stóra hluti í fótboltanum í sumar. Til þess að gera það eru nokkrir ungir fótboltastrákar búnir að stofna stuðningsmannasveit sem heitir Pepscott Kef Boys. Ég fór að tala við þá og þeir eru sko ekki að grínast með þetta. Hverjir eru Pepscott Kef Boys og hvað eru þið margir? Við erum kringum 20 strákar og stelpur, 17 strákar og 3 stelpur eða eitthvað svoleiðis. Og hvað eru búin að vera að gera það lengi? Við byrjum á sér fyrsta heimaleiknum í fyrra á móti Leikni Fáskrúðsfirði. Og hvaðan kom hugmyndin? Joey Drömmer, hann var áður í stuðningsmannasveit Keflavíkur. Hann startaði þessu eiginlega fyrir okkur á Facebook, spurði hverju vildu vera með og við ákveðum bara að vera með. Og hvað er þetta að fá nýju meðlimir aðgang? Þetta er eiginlega allir velkomnir sko. Við bara spyrjum fólk hvort þau vilja koma og þau spyrja okkur og það er bara velkomnir. Og hvað er markmiðið með þessu? Bara að hvetja liðið til sigurs. Já. Allast þið að bæði við karla og kvennaliði? Já, við reynum að fara á flesta kvennaleikina sem hægt er að fara á. Já. Hvað æfið þið mikið? Þetta er svona 1 fundur, svona annarkvæmt mánuð, eitthvað þannig. Þú veist bara þegar það hentar, þegar við búum til fundus. Við eigum Ísak Óla. Ég held bara að þú skiljir ekki neitt. Hann kostaði ekki neitt, hann er bestur yfirleitt. Við eigum Ísak. Og eru þið nýja 12-an? Við erum 12. bænin í stúkunni. Það geta allt gerst sko, maður veit aldrei. Við erum hérna Suðurnesja stórveldið. Það kemur alla leiðina úr Keflavík. Við ætlum okkur sigurinn, þið getið alveg. Hvernig komum ykkur eiginlega á útileiki? Við sko, það er rútufélag eða eitthvað sem keyrir okkur alltaf að kallast Trafæs og við buðum til þess að keyra okkur frítt fram og tilbaka. Og hvað er þetta að fylgjast með ykkur? Snapchat, Instagram, Twitter. Já, Twitter er Kef Boys og Snappið, já, Snappið líka Kef Boys og Instagram er Pepscott Kef Boys. Og eitthvað lokaorð? Já, sem erum við með heimasíðu. Já. Þar eru öll lögin á. Þið getur bara að skrifa á Google Pepscott Kef Boys, þá kemur þetta eiginlega bara, þá getur þið smellt á linkin. Flott. Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér.
Mikil fólksfjölgun og hraður vöxtur í atvinnulífinu hefur verið áberandi á Suðurnesjum undanfarin ár. Vogar á Vatnsleysuströnd, fámennasta en næststærsta sveitarfélagið landfræðilega séð á Suðurnesjum, hefur ekki farið varhluta af því en á næsta áratug útlit fyrir að íbúafjöldi þrefaldist í sveitarfélaginu. Margir aðilar í atvinnulífinu horfa til svæðisins og nú hefur Ísaga 99 ára gamalt fyrirtæki opnað umhverfisvæna verksmiðju sem kostar 2,5 milljarða. Hún mengar ekki neitt og Ísaga mun flytja alla starfsemina í Vogana á næstu árum. Ásgeir, þetta eru mikil gleði tíðindi fyrir ykkur hér í Vogunum. Já, það nú heldur betur. Þetta stór og merkilegu dagur hjá okkur í dag. Hér náttúrulega komin inn ný verksmiðja sem glæsileg í alla staði, tæknilega fullkomin, umhverfisvæn, töluvert mikil fjárfesting og mun alveg örugglega hafa á talsvert áhrif á okkar atvinnu uppbyggingu til langra framtíðar. En hvað segir bæjarstjórinn nýja stóra verksmiðju í ljósi daburrar reynslu nágrannanna í Reykjanesbæ? Já, það nú heldur betur. Það náttúrulega dálítið magnað að fá, maður getur auðvitað sagt að þetta sé ákveðin tegund af stóriðju eða iðnaði auðvitað, en hér andrúmsloftið sem við öndum á okkur, það afar hráefni, auk þess sem að vatn og rafmagn notað og útblásturinn hrein og lyktarlaus gufa, þannig að það verður nú ekki mikið umhverfisvænna. Þeir hafa verið að prufukera verksmiðjuna hér upp á síðkastið í alls konar viðurskilyrðum og þar á meðal í logni eins og stundum nú hérna þrátt fyrir allt og það heyrist nánast ekkert í þessari verksmiðju og útþynningin á gufinu frá strámpunum svona 1 meter. Þannig að þetta að því leytinu til mjög öflug og merkileg starfsemi sem hér komin. Hvernig aðkoma bæjarfélagsins að svona stóru verkefni? Hún felst fyrst og fremst í því að aðstoða fyrirtæki við að fá lóð, að fá athafnasvæði undir starfsemi sína. Hér erum við á deiliskipulagðu iðnaðarsvæði, sveitarfélagið átti þessa lóð. Það eru 2 lóðir hér við hliðina sem eru fráteknar fyrir framtíðarnot, afnot fyrirtækisins, fyrir aðra starfsemi. Og síðan auðvitað höfum við bara á margvíslegan hátt átt farsælt og gott samstarf ýmislegt sem varðar þessa uppbyggingu, aðkomu byggingarfulltrúa embættisins, skipulagsyfirvalda og svo framvegis. Þannig að við höfum sem sagt bara með öðrum orðum reynt að eiga við á mjög gott samstarf það að láta þetta ganga bara eins vel og hægt fyrir sig. Guðmundur, getur sagt okkur aðeins hvað þið eru að gera hérna í þessari verksmiðju? Hérna erum við, þetta nýji staðurinn fyrir súrefnis- og köfnunarverksmiðju okkar. Hún kemur til með að taka við af 40 ára gamalli verksmiðju sem við erum í Reykjavík. Sú verksmiðja nú þegar orðin allt og lítil, þannig að á síðasta árið erum við að flytja inn cirka 1500 tonnar súrefni bara til að mæta þörfum markaðarins. Og þannig að það var fyrir sig fyrir nokkrum árum að þetta stemdi þetta þegar við sáum mikið vöxt sérstaklega í fiskeldi og reyndar í eins og þessi kísilmálmverksmiðju sem stóð til að byggja og sumar hafa nú komið upp á jörðinni en aðrar ekki. Þannig að þetta var svona lykillinn því að við fórum á stað í þetta. Fyrir utan það náttúrulega að svæðið okkar í Reykjavík að breytast í íbúðasvæði. Þannig við þurfum í framtíðin að fara af höfðunum. Þannig við gætum aldrei hugsað okkur að byggja nýja verksmiðju á þeim stað. Þess vegna fórum út í það að skoða mismunandi staði og þessi staði var fyrir valinu. Og þið byggið á rúmlega áratuga reynslu? Já, aðeins meira. Við erum bara búin að vera til í 99 ár. Þannig að við náttúrulega komum til að fagna því á næsta ári en við getum kannski litið á þetta sem fyrsta atburðin í þeim fagnaðalátum sem verða á næsta ári til þess að fagna þeim merka áfanga. Það ekki mörg fyrirtæki á landinu sem eru svona gömul, þau eru til nokkur en ekki mörg. Og það ekki allir sem að fagna stórum verksmiðjum, stóriðju, en þið eruð svolítið sér á partíi, ekki síst umhverfislega séð og tæknilega séð líka. Jú, við náttúrulega við veitum kannski ekki litið okkur sem stóriðju, en við náttúrulega í stóriðjun erum við kannski að afhenda þeim súrefni eða köfnunarefni og þessar vörur rauninni hjálpa þeim til þess að spilla minna andrúmsloftina. Þá verður minni, útblásturinn þeirra verður hreinni. Þannig með því til dæmis inn í málmvinnslu eins og það sem eru verið að hreinsa álgjall, þá verður með því að setja súrefni þá verður hreinni útblásturinn frá þeim þannig að þeir koma til að menga minna. Og náttúrulega kúnninn fær það líka að hann að nota skemmri tíma til þess að bræða og þannig að þetta svona vinn-vinn í því hluta. En svo náttúrulega eru aðrar atvinnugreinar eins og fiskeldi til dæmis sem hefur verið í miklum vexti sem í sjálfu sér að verða stóriðja á Íslandi og þar eru við stór hluti af því
að afgreiða til þeirra súrefni, ekki bara súrefni sjálft, þetta líka tækjabúnað sem hefur verið hannaður innan Lindigrúppunar og það meðal annars þessi tekking sem við höfum aðgang að þar til þess að dreifa súrefni inn í kerjunum á sem hagkvæmastan hátt fyrir kunnan, þannig að hann fái sem besta nýtingu úr því. Þannig að þið eruð í rauninni á kjörstað, komu einhver aðri staðar til greina á Suðurnesjum? Já, við skoðum Grindavík kom vel til greina og en út af ríkjandi áttum þá var það kannski meiri hætt á meira salti þar. Þetta meira í miðjunni. Við erum nær höfuðborgarsvæðinu. Það stór fjölda viðskipta og nokkuð sem þarf líka. En þannig að þetta rauninni miðjan af þeim ef við horfum bara kalt á stöðuna hvernig þetta lítur út. En talandi um mengun, það engin mengun af ykkur? Nei, það eina sem við notum rafmagn. Það framleitt í grænum hætti. Loftið nú svo hreint að allir sem hafa komið hingað vita því og svo það vatn og það eiginlega hvergir hérna. Þannig að það eina sem við notum og eini útblásturinn hjá okkur ef það fer súrinu þá blandast það bara aftur eða köfnum út í loftið og það gerist bara innan 8 metra eða eitthvað svoleiðis. En á einstaka tíma getum við séð, ef hitastigið þannig að þá getum við séð einhverja vatnsgufu koma upp úr það sem við erum með kæliturnana. En það algjörlega skaðlaust öllum. En tæknilega séð, þeir að tala að fjarstýra verksmiðjunni? Já, við höfum gert þetta núna í nokkur ár og við gerum þetta við alla verksmiðjur í Skandinavíu og þar og reyndar allstaðar innan Lindi heimsins ekki sagt það, þá svona sentrar þar sem eru sérfræðingar, miklir sérfræðingar sem að fylgjast með öllum verksmiðjunum og þeir geta fylgst með, þar senda alls skilaboð þannig að þeir geta stýrt og laga til framleiðsluna utanfrá. Og ef þeir hafa ekki þá eru alltaf menn á bakvætt sem geta þá gripið inn í en hún alls sjálfvirk. Við höfum meira þess að í pröfuferlinu við höfum prófað að starta henni frá Svíþjóð. Þannig að enginn komið neitt hér. Þannig að það virkar alls saman og þetta svona mikið pröfuferli en þetta samskonar atriði eins og við höfum á öðrum verksmiðjum í Skandinavíu og þessi verksmiðja til dæmis mun umhverfisvænni ef við getum sagt að heldur hún svo gamla. Vegna þess að hér engar kælivélar sem þá kannski með einhverja kælimeðla sem getur verið skaðlegir en það ekki af því það bara komið ný tækni. Að sjálfsögðu gerist eitthvað á 40 árum frá því að hinn var framleitt, skilurðu. Þannig að þetta mjög, mun ég segja, umhverfisvæn verksmiðja. Kemur til með að nota minna rafmagn líka til að framleiða hverja einingu af gasi. Þannig að alla kant erum við mjög ánægð að þetta sé loksins komið. Þetta búið að vera löng barátta að koma þessu í gegn. Við lentum endar í dálítiðum senkunum og lentum inn í vetrinum og fengum alveg hræðileg veður hérna í janúar og febrúar þannig að það var eiginlega ekkert þetta að vinna úti við í suðurvinnu og þess að það En góðum hópum fólki sem verið að vinna þá náðum við þessu saman á tíma. Þannig að við erum náttúrulega mjög ánægð með það og ekki síst að í dag fengum við hendurna starfsleyfi líka sem náttúrulega bara alveg frábært. Þannig að við erum með starfsleyfi hérna núna til 2030. En ef þið eru svona sjálfvirk, þurfum við þá ekki fólk til að vera hérna? Þetta snýst að búa til atvinnu, ekki líka? Jú, það kemur í framhaldi af þessu vegna þess að það náttúrulega koma hérna menn á dagvakt og fylgjast með og fara yfir ákveðna hluti. En þetta rauninni bara fyrsta stigið vegna þess að eins og ég sagði við þurfum að flytja höfðunum og við erum búin að gera samkomulag við sveitarfélagið að við höfum fyrsta aðganga að næstu lóðum hérna við hliðina og þar erum við búin að plana það að á næstu lóðum munum við byggja áfyllingastöð fyrir Hilkin þannig að þá myndum við flytja áfyllingastöð eða byggja aðra samsvarandi eins og við erum í bænum og þá myndum við flytja alla þjónustu og skrifstofur sjálfsagt líka hérna þannig að hugsunin fyrir framtíðina að við flytjum alla starfsemi okkar hingað og þá erum við komin með störf hérna það eru bæði fastir starfsmenn og verktakar sem koma og það eru svona nálægt 40 mann sem koma að fyrirtækinu dagstælega. Þá það náttúrulega komið inn í sveitarfélagið og kemur þá kannski til með að stækka meira, hver veit. Hvað kostar svona bygging og svona verksmiðja? Þessi verksmiðja leggur sig á cirka 2,5 milljarð og náttúrulega risastór fjárfesting fyrir okkar fyrirtæki en með góðum stuðningi og trú á Lindi samstöpun á markan í Íslandi þá fengum við þetta í gegn og við náttúrulega himilefundum með það. Ekki leiðilegt fyrir því. Þú átt hérna einhverja taugar í Vogana? Já, ég myndi aldrei segja ég var úr Vogunum af því ég á ströndinni. Ég ættað hérna 3 kilometra frá Vogunum. Velkomin heim. Takk fyrir það. Takk. Þú varst að greina frá því að það væru stór áform hjá byggingar aðilum hérna á næstunni. Þannig að þið eru að halda áfram að stækka sem bæjarfélag. Segðu okkur aðeins frá þessu. Jú, það auðvitað þannig að eins og allir Suðurnes sem mann vita þá gríðarlegur vöxtur á svæðinu, mikil þensla, mikil eftirspurn eftir vinnuafli, mikil eftirspurn eftir húsnæði og við höfum alveg orðið vör við þetta hér í Vogum líka. Sveitarfélagið réðist í gatnagerð í fyrra og klárar það verkefni í ár og þar munu verða það bil
150 íbúðir og framkvæmdir eru bara að fara af stað og ég gerir ráð fyrir því að þetta hverfi byggist fljótt upp. Nú síðan auðvitað stór merkileg frétt, ef við getum sagt sem svo, að það fyrirtæki nýbúið að festa kaup hér á gamallri bújörð sem hét Grænuborg á sínu tíma og liggur hér alveg að jaðri byggðarinnar. Þar var á sínu tíma búið að skipuleggja svæði fyrir 450 íbúðabyggð. Nú verið að breyta því skipulagi og þeir áforma að byggja þarna tæplega 800 íbúðir á næstu 10 árum. Það það bil þreföldun á íbúafjölda og íbúðafjölda hér ef allt gengur eftir. Þannig að það eru ýmsar áskoranir sem bíða okkar næstu 10 árin. Ég ætlaði að spyrja það, nú talsverða áskoranir fyrir bæjarfélag að fá svo mikla fjölgun næstu árum. Já, það heldur betur og auðvitað eru það auðvitað bara alveg forréttindi að fá að vinna með slíkar áskoranir og slík verkefni og við munum að sjálfsögðu vanda okkur vel við það að láta haldast í hendur þessa fjölgun við uppbyggingu innviða, skóla, leikskóla og annarra þjónustu og við erum þegar byrjuð að undirbúa það. Þetta hefur nú verið samtal sem hefur verið í gangi núna allangt skeið. Og við höfum þess vegna hafið undirbúning og munum eyða miklu púðri í þetta á næstu mánuðum og örfá árum til þess að vera bara einfaldlega í stakk búin að taka á móti þessari fjölgun allri. Þið neitið ekki fyrir það að þið eru vel staðsetti hérna Vogamenn milli höfuðborgarsvæðisins og Reykjanesbæjar og Keflavíkurflugvallar. Það auðvitað akkurat það sem að máli skiptir hér að þegar til framtíðar litið og til þessara stóru segla eins og ég vil gjarnan kalla þetta, þar sem að eru fjölmörg atvinnutækifæri í boði að það það bil jafn langt í báðar áttir getur maður sagt nokkurn veginn ef við tökum annars vegar flugvallarsvæðið og hins vegar höfuðborgarsvæðið og það ekki nokkur launung á því að við horfum til þess sem mikillar tækifæra fyrir okkur og vaxta möguleikarnir felast ekki síst í þessari góðu staðsetningu. Hvað með aðra starfsemi hérna í sveitafélaginu? Vöxtur í henni? Já, það má alveg fullyrða það. Hér eru náttúrulega nokkur öflug matvæla framleiðslu fyrirtæki, bæði fiskeldi, fiskvinnsla og eggjaframleiðsla og svínakjötsframleiðsla. Þannig að sum þessara fyrirtækja hafa verið að bæta í og það eru áform hjá öðrum að bæta í. Þannig að við sjáum það að í pípunum, ef maður getur orðað það þannig, að þá heilmikið að gerast hjá þessum fyrirtækjum öllum líka. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Leiðu við þökkum ykkur fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttablað sem driftir inn á öll heimili á Suðurnesjum. Fréttavefur okkar, vaff.is og fyrir kylfingana þá eru það golffréttunar á kylfingur.is. Við viljum líka vekja athygli ykkar á því að blaðið okkar, Víkurfréttir, hefur verið gefið út síðan 1980 og nú hægt að sjá öll tölublöðin í stafrænu formi á tímarit.is. Það magnað. Endilega kíkja á það. En við þökkum fyrir okkur, sjáumst í næstu viku og verið sæl. Verið sæl.